Það lýsir ágætlega ástandinu í menntamálum í Mangotsi héraði í Malaví að í sjálfum höfuðstaðnum, Mangotsi bænum, er enn verið að kenna börnum undir trjám. Víðs vegar héraðið sitja börn í skugga trjánna og læra. Börn yngri en 14 ára eru tæplega helmingur malavísku þjóðarinnar. Skólakerfi ræður ekki við þann fjölda og það vantar flest, húsnæði, skólabækur, kennara og síðast en ekki síst námskeiði. Í héraðsverkefni Þróunarsamvinnustofnunar með héraðsyfirvöldum í Mangotsi er stuðningur við menntun einn þátturinn og gengur í fáum orðum út á það að efla 12 grunnskóla af 260 skólum í héraðinu, með það fyrir augum að bæta námsárangur og draga úr brottfalli. Í skólanum 12 erum 20.000 nemendur. Árangurinn af þessu tilraunaverkefni verður mældur í minna brottfalli, fleiri börnum sem færast upp bekk, fleiri börnum sem standast próf og fleiri börnum sem fá aðgang í framhaldsskóla. Aðrir 12 skólar sem enga aðstoð fá hafa verið valdir sem viðmiðunarskólar í rannsóknarvinnu til að meta áhrif breytingana. Your coming has boosted the enrollment, especially here at school. And even the pass rate now has increased because... Manuel segir að nemendur skólans séu 1600 og þegar megi sjá að stuðningur Íslendinga leiði til þess að fleiri nemendur færist upp bekki, námsbækur séu nægar og öll aðstaðan í nýjum skólastofum með húsgögnum hafi gerbreytt námsumhverfinu. Enga síður séu ýmsar áskoranir til staðar eins og brottfall nemenda í eldri bekkjum og hann nefnir sérstaklega stúlkurnar. Þar séu allt margar þvingaðar í hjónabanda á unglingsárum og hætti námi. The teachers, in collaborating with the mother group, we are trying our best so that those who are getting married so early, they can come back to school. Manuel segir að kennarar og skólastjórnendur hvetji ungar stelpur sem eignast börn til að koma aftur í skólan. Stofnaðir hafi verið sérstakir mæðrahópar í þeim tilgangi að ná aftur til þessara barnungu mæðra svo þær geti haldið áfram að mennta sig. Á 300 kennarar og skólastjórnendur hafa sótt námskeið í kennslutækni og skólastjórnun og 60 kennaranemar hafa verið studdir til náms með skuldbindingu að vinna við skóla í héraðinu að námi loknu. 10 kennarabústaðir eru í byggingu og samhliða byggingu rúmlega 50 nýrra skólastofa er gert ráð fyrir 4 nýjum salernum við hvern skóla. Skólahúsgögn eru keypt í 200 kennslustofur og ennfremur er keypt kennsluefni og stuðningu veittur við mæðrahópa og stúlknaklúbba. Einn verkþátturinn í menntaverkefninu er stuðningu við fræðsluskrifstofu héraðsins til að geta betur fylgst með skólastarfi og veitt skólum öflugari leiðsögn en áður. Kennsluráðgjafar hafa fengið viðbótarmenntun en þeir eru 18 í héraðinu og hafa 17 til 18 skóla á sinni könnu hver. Og þeim hefur verið séð fyrir tölvubúnað og einnig hafa verið keypt vélhjól til að auðvelda þeim að heimsækja skóla. Of course, changes are there and tremendous ones. Because before ICIDA, we had so many problems. For example, we didn't have enough classrooms. Sipirero segir að breytingarnar á skólunum séu gífurlegar frá því stuðningur Íslendinga hófst. Áður hafi verið skortur á skólastofum og margvísleg önnur vandamál sem brugðu sér við í verkefninu. Hún segir að árangurinn eigi eftir að koma sífellt betur í ljós, það hafi til dæmis þegar dregið lítillega úr brottfalli og hvað hana sjálfa varðar skili tölvubúnaður sér í bættri skýrslugerð, áætlanagerð og margvíslegum stuðningi við skólastarfið. Viðurkennt er að menntaverkefnið er margþætt og flókið, meðal annars þess vegna hófst það ári síðar en hinir þættir héraðsverkefnisins í Mangotsi. Niðurstöður úr könnunum sem gerðar eru benda til að mælanlega breytingar til hins betra hafi orðið í skólunum 12. Hins vegar segja starfsmenn Þróunarsamvinnustofnunar að á fljótt sé að fagna því enn sé langt í land.